Já, sælveriði, gott fólk. Í dag ætlum við að ræða snemmtæka íhlutun og hvað það þýðir og þetta svona í beinu framhaldi af þætti sem voru með hérna 7. desember í næstu skrefum, þar sem við ræddum við Hermund og Tryggva Hjaltason drengi og skólakerfið og kannski vandamál sem að tengjast þeim málum og í framhaldi af því hefur við haft töluvert mikið samband og við höfum verið að og fólk vilja ræða þetta málefni og margt áhugavert sem hægt að taka lengra í þessari umræðu og eitt af því sem við ætlum að tökum það fyrir í dag er hluti af þessu málum og við ætlum að ræða við Ásthildi Bjarney Snorradóttir, talmeinafræðing í tengslum við þennan málaflokk, mjög áhugaverðir hlutir sem hún hefur verið að vinna með og hérna í þessum málaflokki og ég ætla kannski bara að byrja, velkomin Ásthildur. Já, takk fyrir. Að byrja kannski, þú myndir fara hans bara í gegnum starfsferilinn og hvernig, menntun og annað og síðan myndum við taka góða umræðu þessi mál. Já, ég er náttúrulega búin að starfa í þessum geira yfir 30 ár, ótrúlegt en satt og hérna menntunum mín að ég er með kennarapróf úr gamla kennaraskólanum. Síðan tók ég sérkennarapróf úr Kennaraháskóla Íslands. Síðan tók ég logopednám sem er viðurkennt nám í talmeinafræði frá Noregi. Og síðan 1999 þá ákvað ég að bæta við með mastersnámi frá Bandaríkjunum með áherslu á talmeinafræði. Já. Og ég er búin að starfa mjög víða. Ég starfaði lengi við Öskjuhlíðarskóla. Og síðan er ég svo heppin að vera einn af eigendum Talþjónunar Reykjavíkur sem ég á ennþá með mjög flottum talmeinafræðingum. Síðan hef ég verið að starfa fyrir Hafnarfjörð og er þar í hálfri stöðu ennþá. Og síðan hef ég verið svona faglegur ráðgjafa fyrir sveitarfélög út allt land, fyrir utan einstaka skóla og leikskóla. Og svo er ég náttúrulega að kenna upp í Endurmenntun Háskóla Íslands. Ég hef aðeins komið að kennslu í náminu í talmeinafræði og svo framvegis. Og svo er ég náttúrulega höfundur af barnabókum, mikið af námsefni og meðhöfundur af skimunarprófinu hérna í 1. bekk sem heitir Leitilæsis, sem er notað í flestöllum skólum á landinu. Já, þannig að þú kemur mjög víða við í þessu. Já, ég gleymi einhverju þetta er svona næsta, já. Það kemur kannski upp seinna í samtalinu. Já. Það sem við kannski svona í framhaldi af þættinum með Hermundi og Tryggva Hjalta fyrir mánuði síðan. Já. Þegar við erum að tala snemmtæka íhlutun og vinna með það varðandi börn og skólakerfið og þetta svona heilsteypt. Ef þú myndir bara útskýra fyrir okkur, hvað ert að fara þú tala snemmtæka íhlutun í þessu samhengi? Já, ég hef nú svolítið gaman af því að þetta er svona orð sem allir eru með á vörunum, það liggur þessi tala snemmtæka íhlutun upp í framhaldsskóla. Það sem ég lærði í Bandaríkjunum er þetta mjög skilgreint. Það er talað ég ætla að sletta 0 to 3, 0 til 3 ára, en snemmtæk íhlutun þýðir einfaldlega að byrja nógu snemma og það er að segja að við byrjum alveg bara leið og barnið fæðist og höldum áfram alveg til 6 ára aldurs eða til 3 ára aldurs er strangt til tekið snemmtæk íhlutun. En við erum að tala forskóla árin. Frá 0 til 6 ára myndi ég skilgreina snemmtæka íhlutun á Íslandi. Já. Þannig að þetta snýr svona að því og hvar ég var að byrja? Nú hafi verið að vinna til dæmis eins og í Hafnarfirði. Það hefur verið að taka skipulega fyrir þessa snemmtæku íhlutun og vinna verkefni og hefur unnið í nokkuð mörg ár sem snýr að þessu. Hvað getur við sagt okkur svona tilurð verkefnisins og hvernig hefur þetta gengið og síðan þessi tengsl við einmitt þess að komst aðeins inn á með skimun í 1. bekk í grunnskóla og þetta samhengi. Hvað hefur verið að koma út úr þessu? Ég er náttúrulega mjög heppin að vinna með mjög flottu fagfólki í Hafnarfirði og það sem við höfum verið að gera, við byrjum á því að gera læsistefnu Hafnarfjarðar sem að Bjartey Sigurðardóttir talmeinafræðingur hjá Hafnarfjarðarbæ stýrir núna. En ég kom að því að ásamt fleirum í Hafnarfirði að búa til þessa læsistefnu og þá gerðum við heildstæða stefnu, það er að segja frá
leikskóla til grunnskóla, því leikskólinn fyrsta skólastigið. Mhm. Og þar settum við til dæmis inn þessar skimanir sem eru gerðar á heilsugæslustöðvunum sem við tölum kannski á eftir. Mhm. Og út frá þessari læsistefnu þá urðu til þessi þróunarverkefni sem að ég hef stýrt í Hafnarfirði og út allt land. Þróunarverkefni var fyrst til á Akranesi við leikskólann Akrasel og þá gáfum við út bók sem heitir Snemmtæk íhlutun fyrir 2 til 3 ára og hún var til af hópi fagfólk sem að kom að því að búa til þessa bók. Og þetta gengur út á það að virkja mannauðinn og ekki bara eitthvað svona vítt hugtak, heldur skilgreina verkferla innan leikskólans, skilgreina hvernig við ætlum að bregðast við þegar barnið finnst á heilsugæslustöðinni, hvernig við ætlum að setja af stað íhlutun. Við flokkum allt málefni og skilgreinum nákvæmlega hvaða taugafræðilegu frávik eru til staðar hjá börnunum og leggjum áherslu að mæta hverju barni þar sem það Þannig að kennslan alltaf miðuð við að mæta börnunum eftir þeirra þörfum. Mhm. Já, það eru allir með málörvun, en hún verður að vera skilgreind og metin. Og leikskólinn býr yfir gífurlegum mannauði og mikið af verkfærum sem að fólk þekkir ekki. En það sem háir okkur náttúrulega skortur á leikskólakennurum. En ég bara tek ofan fyrir starfsfólki leikskólana og því frábæra starfi sem hefur verið unnið í tengslu við þessi þróunarverkefni sem síðan hafa verið unnin í Fjarðabyggð, Mosfellsbæ, Kópavogi, Austur-Húnavatnssýslu og Strandabyggð, Rangárvöllum og Skaftafellssýslu og svo framvegis. Og ég vil líka taka fram að það sem ég gerði til dæmis í Fjarðabyggð og Mosfellsbæ, þá vann ég með Menntamálastofnun. Þeir komu mál við mig og þeir tóku þátt í verkefninu með mér og þetta gengur út á að virkja verkfæri sem að þegar eru til staðar í leikskólanum. Með því að skilgreina hver þau eru og setja börnin líka í hópa eftir eðli vandans og auðvitað fyrst og fremst að vinna með þeim í leikaðstæðum en á markvissan hátt. Og þetta er ekki sjálfur sér, þetta er ekki rannsókn eins og stað núna, þetta það sem kallið gagnreyndar aðferðir eða nú erum við kannski, þetta búið að vera ykkur ár í Hafnarfirði, þannig að við erum bara að fá þá börn sem að fara í gegnum á leikskólan og fá gegnum prófið í fyrsta bekk, þess að skimun sem varst að minnast á áðan. Þannig að við erum að fara að sjá niðurstöður með þetta ferli og raunverulega hvaða gagnir þetta að gera og tölfræðilega. Já, það sem svo spennandi að við sjáum á skimunarprófinu og ég náttúrulega gjörði ekki það sem meðhöfundur og Bjartey Sigurðardóttir og Steinunn Torfadóttir og Helga Sigurmundsdóttir frá menntavísindasviði kom að því að búa til þetta próf sem ég átti reyndar hugmyndina að en þetta náttúrulega alltaf unnið í samvinnu og það sem við sjáum núna og við erum að gera í Hafnarfirði og það Bjartey sem stjórnar því að við skoðum niðurstöðurnar á leið til læsis sem að spegla niðurstöðurnar í leikskólanum því við þekkjum undirstöðu þættina fyrir lestur. Og þá sjáum við greinilega að þeir leikskólar sem eru búin að festa þessa aðferð í sessi, þeir koma betur út. Þannig að börnin koma betur út frá leikskólum sem að styðja börnin á markvissan hátt inn í grunnskólan heldur en börn sem að fá ekki þessa markvissu þjálfun sem að þróunarverkefnin byggja á og þróunarverkefnin byggja á því að virkja starfsfólk leikskólana. Og líka vil ég nefna að í Hafnarfirði erum við líka að tengja þetta við það svona nýtt verkefni sem heitir Brúin sem að vinnur enn frekar að því að öll kerfin vinni saman þannig að þróunarverkefni tengjast því líka. En hvernig hefur þá eins og í Hafnarfirði verið þá tengslin við heilsugæsluna og þessi 18 mánaða prófið, 30 mánaða skimunina þar varðandi málþroskan og 4 ára? Hvernig hafið þið samhæft og unnið með þetta svona heilstætt og svo bara almennt, hversu vel erum við hér á landi að vinna með þetta í svona þarna milli skólakerfisins og heilsugæslunar varðandi þessi málþroska skimun
til dæmis eins og 30 mánaða skimunina. Já, sko, þetta raunverulega þroskaskimun sem gerð fyrst 18 mánaða skimun og það fyrst og fremst það heitir PETS, það svona spurningalisti fyrir foreldra. 2,5 árs aftur lagður fyrir PETS, spurningalisti fyrir foreldra og BRIGANS sem þroskaskimun sem endurtekið við 4 ára aldur. Og það náttúrulega þyngri en tárum taki, Njáll, þegar ég hef fengið mörg börn þegar ég var að vinna á stofu og ég fekk börnin í 4. bekk þegar samræmdu prófin og þegar ég rakti söguna þeirra, þá sá ég þau fundust 2,5 árs. Já. En það var að bíða og sjá til, sjáðu. Það sem við gerum í Hafnarfirði leið og vakna grunur frávik, þá koma þessi bréf til sérkennslu fulltrúa Hafnarfjarðarbæjar. Leikskólinn fær niðurstöðurnar og við setjum af stað íhlutun strax. Þó að sé ekki formleg greining, við þurfum það ekki, við förum offar í greiningum, við erum með grun frávik og þá líka mjög mikilvægt að taka bakgrunnsupplýsingar vegna þess að ef það lesblind í fjölskyldunni, þá mjög mikil tengsl á milli þess að barn geti mögulega lent í erfiðleikum því að þetta taugafræðileg frávik og það sem merkilegt að þú talar gagnreyndar aðferðir, þessar aðferðir að vinna í anda snemmtækrar íhlutunar gagnreyndar, það að segja það búið að rannsaka að með því að vinna svona markvisst eftir þessum aðferðum, þá drögum við úr og komum jafnvel í veg fyrir námsörðuleika. Og hversu sláandi það? Það væri kannski, og ég veit ekki hvort það hefur verið gert, en það getur verið doktorsnám fyrir einhvern að skoða raunverulega bara dæmi frá fullorðinn einstaklingur í dag og rekja þetta allir aftur. Já. Bara stöðu og kannski helstu svona, vandamál sem komu upp á lífsleiðinni og annað eða bara til að fá eitthvað heildarsamhengi að reyna að greina þetta. Já, það líka svo mikilvægt sko, það þessi þverfaglega nálgun, hver einasti sérfræðingur skoða barnið út frá sinni sérfræðiþekkingu. Þannig að til dæmis doktor Sólveig Jónsdóttir sem doktor í sálafræði, hún birti mjög merkilegar niðurstöður í Læknablaðinu, ég man ekki alveg hvenær, það hægt að googla nafnið hennar, þá gerði hún rannsókn á börnum með athyglisbrest og þá komu fram sláandi niðurstöður, stór hópur þeirra var með ógreinda málþroskaröskun. Börn með málþroskaröskun haga sér ofta eins og séu með athyglisbrest eða einhverfu. Þess vegna verðum við að hafa sálfræðinga, kennara, talmeinafræðinga og fleiri í teymi til að skoða barn. Þannig að allir séu með sína sérfræðigrein inn í teymið og vinnið. Það náttúrulega mjög alvarlegt að það koma svo ranga greiningar og mögulega börnin sett á rítalín eða annað út af einhverju allt öðru þætti. En sem betur að verða vitundarvakning varðandi þessa teymisvinnu vegna þess að við þurfum bara öll að leggjast það á eitt en mér finnst alltaf, sko ég man hvað, mér fannst sorglegt sérstaklega þegar ég var að vinna sjálfstætt á stofu í þjálfun með þessu börn þegar ég fekk þau í 4. bekk og þá var náttúrulega komnir hegðunarörðuleikar, námsörðuleikar, þunglyndiseinkenni, allur pakkinn ofan á málþroskafrávikin. Já, kannski 7 árum eftir að þeir fóru í skimunina. Það fundust, það fundust, það liður 4 ára á milli. Já, og síðan skimunarprófið sem í 1. bekk. Það skimar fyrir undirstöðu þáttum fyrir lestur. Það orðaforði, málskilningur, hljóðkerfis, hljóðavitund, stafaþekking og svo þetta lesfimi, það að segja ná upp hraða í lestur sem eiginlega líka, það skiptir líka máli, en það skiptir náttúrulega mestu máli á orðaforði og málskilning í lagi. Og líka, og þessu prófi fylgir gátlisti, þar sem til dæmis spurt var barnið seint til máls, lesblindu í fjölskyldunni, hvernig kom barnið út á hljóm próf sem notað með elstu börnunum í leikskólanum, sem að kortleggur hljóðkerfisvitund, sem mjög mikilvægur þáttur fyrir lestur. Þannig við erum með verkfærin og ég verð að segja það, Njáll, ég skil ekki að við skulum ekki vera komin lengra. Miðað við hvað til. Nei, þetta hljómar, eins og það hljómar, en það kannski þá geti orðið eitthvað svona vakningi að reyna að koma þessu lengra í ferlum. Nú við að byrja eins og ég Hafnarfirði og víðar. Ég sá eitthvað verkefni sem var í Kópavogi, svo horfði að vídeo það.
Hvað er í sumu raunlega svipað dæmi sem að vinna með þar? Já, Kópavogur sko bað mig að vera svona faglegur ráðgjafi, þannig að ég leiddi það verkefni ásamt náttúrulega frábæru fagfólki frá skólaskrifstofunni og þar var með mér náttúrulega talmeinafræðingur Margrét Samúelsdóttir, Maríanna Einarsdóttir sem var frá skólaskrifstofunni hélt utan verkefnið. Þannig að þetta byggir alltaf gífurlega miklu samvinnu og ég búin að sjá það að til að ná árangri þá það ekki, gildir það ekki að vera einhver svona alvitur sérfræðingur sem veit allt og kann allt. Ég kannski falli svolítið í þá gryfju að halda messa svona við fólki heldur að fá fólk með sér til að vinna eftir þessum markvissu aðgerðum. Allir verkferlar eru á hreinu, við metum árangur, við veljum kennsluefni og málefni við hæfi, við hjálpum börnum sem kunna ekki að leika sér og við skoðum líka hvort börn sem að læra íslensku sem annað tungumál eru með málþroskafrávik eða hvort þau þurfa hreinlega að læra íslensku. Og það sláandi líka þannig all. Ísland sker sig úr frá hinum Norðurlöndunum, bæði varðandi lestur og læsi og líka hvernig við mætum börnum sem að koma og þurfa að læra íslensku sem annað tungumál. Já, þannig að eins og við ræddum í þættinum daginn og Tryggvi Hjaltason sem sagt hjá CCP og formar hugverkaráðs að búin að taka sama gögn en við höfum svona kannski heyrt eina tölu og hann var búin að taka þetta svolítið heilstætt yfir tölfræðina varðandi ýmislegt en kannski þessi tala sem að hefur verið kannski mest almennt í umræðu með PISA og við útskrift í grunnskóla eitthvað 33-4% drengja og síðan það þessu mikla vandamáli með skilningin og lesturinn að geta ekki lesið sér til gagns. Er þetta ekki, þarna myndir þú sjá raunverulega bara mjög sterkt tengsl ef þú myndir skoða þessi 37% og fara í gegnum skimunna, 30 mánaða skimunna fyrsta árið í grunnskóla og þá myndir þú geta búið og fjórða bekk eins og sagðir áðan, þá getur fengið miklu meira yfirsýn yfir raunverulega stöðu mála. Já, þannig að mér fannst hann komi fullt af svona góðum hugmyndum. Eitt það að foreldrar þurfa að standa sig betur. Ég sammála því. Hins vegar mín reynsla. Foreldrar að gera sitt besta. Við þurfum að setja verkfærin í hendurnar á þeim. Hluti af þróunarverkefninu líka að setja verkfærin í hendurnar á foreldrunum og tala tæputungulaust að barnið þetta á eftir í málþroska og við viljum hjálpa því í staði fyrir hann svo feiminn eða hann svo þreyttur eða skilurðu, þessi meðvirkni með að segja fólki ekki eins og og ég segi við foreldra í dag mesti greiði sem ég geri þér og barninu þínu að segja þér sannleikann og sannleikurinn ég hef áhyggjur af barninu þínu vegna þess að það lesblind í fjölskyldunni, orðaforðinn mjög slakur og það eru vísbendingar að barnið sé að missa af lestinni varðandi eðlilega málþróun. Af því það eru ákveðnir þættir sem eiga að vera til staðar á ákveðnum aldursbilum. Já, og kannski tengist þetta því sem að hefur kannski komið fram hjá Hermundi sem var með þættinu hjá okkur daginn að þetta með þroska heilans og taugaboðin, ég held að vera miðað við 8 ára aldur að þá var þetta komið svolítið í, þá voru búið að stilla kerfið töluvert mikið, að á þessum árum fram að því að þau séu svo mikilvæg að þetta sé í lagi á þessum tíma. Til að vera að tengja. Sko málið að heilin sveigjanlegur alveg svona að 8 ára aldri en síðan verður allt svona, maður finnur bara allt svona dálítið fast og mótað þess vegna þessi aldur, þessi forskólaaldur og leikskólaaldur gífurlega mikilvægur og þetta náttúrulega allt taugatengingar og taugafræðileg frávik þannig að þetta gengur út á að finna hvaða taugafræðilegu frávik liggja til grundvallar vanda barnsins. Hins vegar förum við offari í greiningum. Það endalaust beðið peninga í að greina, við þurfum að greina en við eigum alltaf að vera með íhlutun í kjölfar greininga. Eins og þú fer til læknis, það ekki nóg að segja þú sért með magasár, þú verður að fá meðhöndlun. Þar þyrftum við að bæta okkur miklu meira. Þá kannski spurningin eins og það nú svolítið langt sem ég fór með barn í 30 mánaða skoðun, það nú orðin einhver sjálfsagt, 2,5 árs, já. Já, 2,5 árs skoðunna.
En maður heyrt þetta gegnum tíðina, þú veist, það kemur þetta, já, það svona, vantar kannski aðeins upp á málþróskan, en þetta kemur á næstunni, hann mun ná hinum eða bara svona, þetta er punkturinn sem þyrfti að taka fast á og mjög alvarlega, bara þegar maður bara finna fyrir einhverju þarna, að þá þarf að fylgjast þá mjög vel með því upp á framhaldið, að það sé svona höfuðatriði, miklu stærra mál heldur en við kannski almennt foreldrar höfum verið að hugsa þegar við förum með barnið í þessa 30 mánaða eða 2,5 ára skoðun. Já, það þarf að tala tæpitungulaust á þess að hræða fólk, að segja við fólk, þetta kemur og svona, þetta er tilfinningalegt mat, til hvers erum við að skima með stöðluðum tækjum ef við ætlum ekki að taka mark á niðurstöðunum. Auðvitað eru börn misupplögð, hins vegar ljúga tölur ekki, þess vegna sem er svo frábært að hlusta á Tryggva, því að ég meina hann er bara með tölur, sjáðu. Þannig að það væri náttúrulega rosa sterkt að hafa fræðslu og námskeið fyrir foreldra inn á heilsugæslustöðvunum. Já, það veltaði mig þess að fyrir sér, kannski ræddi aðeins við þig hérna áður að þetta eins og við, þegar maður fer maður minnst þarna fyrir rúmum 2 áratugum, svona fræðsla fyrir fólk með ung börn, sko, unga börn, að hvernig ætti að takast á við mál og ýmislegt, að þetta þyrfti kannski að koma bara sterka fram í þessu ferli, í þeirri kynningu, að fylgjast vel með þessu, bara upp á, þetta er svo stór og mikið þáttu síðan í framhaldinu og bara þroska barnsins út skólagönguna og fram í fullorðinsárin, bara þetta er höfuðatriði. Þetta er höfuðatriði eins og ég sagði við þig, málið er verkfæri fyrir hugsunina, Njáll. Þú getur ímyndað þér, ef þú ert ekki með verkfærið, þú getur ekki tjáð tilfinningar, þú getur ekki tjáð að þú sett þyrstur eða þreyttur eða þurfur að fara á snið. Að sjálfsögðu lendir barnið í hegðunarörðugleikum, að verða annarkvort ofvirt eða vanvirt. Það er til að ná einhver athygli. Já, eða það byrjar að bíta og sparka og ég til dæmis skrifaði bækur Bínu bálreiðu sem að taka á þessu, sem að tengist. Það heitir stýrivirkni heilans, það er að segja sjálfstjórn og geta gert til skiptis. Þetta er svona undanfæri máls og snýr að samskiptum. Þetta skiptir allir og en það sem að trufla mig alltaf sko er að það er hægt að hjálpa þessu börnum miklu fyrr og líka í sambandi við sko, ef við komum líka inn á að þörf fyrir talmeinafræðinga, mér langar aðeins að tala um það. Það er, mér finnst ég ennþá eftir öll þessi ár, raunverulega að vera að kynna starfið mitt. Margir halda, já, ertu að vinna með S&R? Já, það er lítill hluti af vinnunni minni. Talmeinafræði kennd við læknadeild við Háskóla Íslands. Það er 2 ára nám. Þú þarft að fara í gegnum ákveðnar forkröfur og auðvitað er ég hlynnt minni stétt, en ég er gífurlega stolt af minni fagstétt vegna þess að það er gífurlega mikil seigla og gróska í þessari fámennu stétt. En hins vegar hefur hún ekki verið mjög sýnileg. Nei, hún tekur bara hvað 60 manns. Hvað segirðu? Nei, við erum við erum 90 til 100, en það er ekki allir sem eru starfandi og margir eins og ég, við erum komin á aldur, sko. Þannig að það er ekki nema 15 sem útskrifast annað hvert ár, námið er núna komið heim. Og það er hægt að, sko, það byrjaði 2010, 2012 útskrifast fyrstu talmeinafræðingarnir en það ætti þetta að vera talmeinafræðingar inn í skólum, leikskólum, öllum stofnunum, spítulum, endurhæfingarstöðum, þjónustumiðstöðum. En því miður þá höfum við ekki verið það, en það er að opnast augu fólks fyrir mikilvægi þessara stéttar eins og annarra. Og ég get ekki undirstrikað það nóg hvað er mikilvægt að hafa þessa fagstétt með í ráðum og ég ætla bara að segja til dæmis að samtök amerískra talmeinafræðinga sem heita ASJA sendu hreinlega út boð að talmeinafræðingar ættu að vera við hliðina á kennurum og sérkennurum þegar kemur að lestrarferlinu. En þá komum við líka aftur að því að því miður í allir þessari sérkennslu þá er sérkennar ekki lögvernda starfsheiti og sérkennsla er ekki, þú veist, það getur verið alls konar stuðningsfulltrúar og alls konar fólk sem að sinnir sérkennslunni. Þannig að miðað við peningana sem er eitt í þennan málaflokk, þá þyrfti virkilega að skoða af hverju, hvar er árangurinn á þessu öll saman. Já, ég veit. Þannig að þú ert að segja að kannski að
ég man, þegar maður var í bæjarpólitíkinni og svo bara í þinginu og þegar maður hugsaði inn í fjárlaganefnd og annað og umræðan að það kemur í ljós sem sagt að grunnskólastigið hjá okkur vel fjármagnað svona með aðra þjóðir. Það er mjög vel fjármagnað. Framhaldsskólinn svona kannski á okkur svona svipuðum nótum en síðan háskólahlutin svona hefur verið vanfjármagnað miðað við einhver þegar menn hafa verið að skoða gagnvart nágrannalöndunum og þess vegna kannski þetta áhyggjuefni þá allar þessar greiningar sem virðast í íslenskum skólum með rítalínið eins og kom þættinum daginn, þessi munur á Íslandi og Noregi kannski sem eftir þá 15% drengja 10-14 ára á Íslandi á rítalíni, 5% í Noregi og líka það sem Tryggvi sagði mandanur rétt, ef ég maður rétt að 2010-11 þetta verið 8% á rítalíni, 10-14 í grunnskólum í Íslandi en væri komið upp í 15% núna, þannig að það er náttúrulega tvöfaldast á undanförnum 10 árum og það er eitthvað sko og eins og segir þá er það líka eða sérkennslan ekki raunlega kannski greindur árangurinn þá er það mjög fróðlegt að heyra hvernig farið með það í dag í skólakerfinu og kannski fara dýpra með það með skólayfirvöldum. Já, og líka skoða hvort það eru sérkennarar sem eru að sinna þessu málaflokki en ég ég er mjög hlynnt því að nota lyf ef að þess þarf og ég er ekki læknir þannig að ég náttúrulega fer mjög vanlega að tjá mig lyfjanotkun en það er mjög sláandi ef við skoðum opinbera tölur að Ísland sker sig svona úr hvað varðar, ekki erum við með helmingi fleiri börn með ADHD heldur en hin Norðurlöndin, það er eitthvað af hverju erum við svona léleg, af hverju erum við svona miklu verr stödd heldur en hin Norðurlöndin, hluta þessi held ég líka Njáll að við erum ekki mjög góð í að hlusta á ráðgjöf. Ef ég segi hlutana og þú veist hvernig Íslendingar eru, þeir eru sérfræðingar í öllu. Við þurfum svolítið að fara bara að hlusta á fagfólk, taka höndum saman og einblína okkur á að gera eitthvað, veistu þetta er orðið, ég eftir ég horfði á þáttinn og Tryggva, ég var bara dálítið miður mín sko, þegar hann sagðist bara hafa verið grátið næst þegar hann sá það komið ný menntastefna og þetta eru hans orð og hann sá ekki orð þetta að þessi stóri hópur er í vandræðum og það er ekkert fjallað það í menntastefninu og svo spyr ég þig hvað verður svo þessi börn, hvaða möguleika hafa þau í lífinu? Akkurat, þess vegna hef ég lagt mikla áherslu á sko, umræðum þessi mála þetta er sko bara, þetta er náttúrulega snýst vellíðan viðkomandi aðila að framgangi í lífinu og njótu þess og möguleika. Svo er þetta bara fyrir samfélagi náttúrulega þetta bara risamál, gagnvart ræfnaðarslífi og atvinnulífinu og öðru að virkja þessa einstaklinga með alla þá kosti sem þeir hafa og virkja mannveitið og allt sem er falið og þannig að þau verða nú ekki mikið stærri máli en heldur að virkja þetta fyrir samfélag. Mér finnst sko satt að segja þetta vera sem að þingmenn þvert á flokka ættu að taka upp á sína arma vegna þess að þetta er þjóðfélagslegt vandamál, fjárhagslegt vandamál, samfélagslegt vandamál og það er bara, þetta skiptir okkur gífurlega miklu máli að takast á þetta. Hérna spyr, svona í tengslum með þetta, Anna Sigríður Jónasdóttir, ef maður rétt á Reykjanesinu, hvar finn ég skýrslur eða greinar hver árangur er af sérkennslu í grunnskólum? Við erum með mörg prósent fleiri nemendur í sérkennslu en aðra þjóðir. Já, mjög góð spurning. Ég vil vísa þessu til félagssérkennara, FÍS og og því að ég sjálf veit, ég held á þess að ég viti það, ég er náttúrulega talmeinafræðingur að það hafi ekki verið metið, árangursmetið hverju sérkennslan skilar. En félagssérkennara, FÍS gæti svarað þessari spurningu, Anna Sigríður. En ég veit ekki til að það hafi nokkuð tíma verið skoðað eða árangursmetið hvernig þessi sérkennsla, hverju hún skilar. Já, hvernig fjármagnið er nýtt og sérkennslan með það. Bara eins og þegar verið bæjarmálum Akureyri, mér minnir að einhvern veginn heyri ég töluna á Akureyri það væri búið að greina með einhverjum hætti 28% nemendan á Akureyri. Ég fæ með þetta bara inn að gæsaleppa, þetta minnir og mörgar aftur í tíman, en
svona bara heildstætt hvernig við hérna, þannig að þetta er mjög fróðlegt og góð spurning á Önnu Sigríði. Já. Hérna kemur önnur spurning var Helgu Dögg Sverrisdóttir. Skólinn kennir þar samning við foreldra í 1. til 4. bekk lestur barns, gerir foreldrar grein fyrir að báðar aðilar hafa ábyrgð foreldra og skólinn, setja markmið lestrarkennslu og þjálfun í sameiningu, spyrja á foreldra hvaða metnað þau hafa fyrir lestrarkunnáttu, eiginbarns og ræða þá fundi áður en barn byrjar í grunnskóla. Þetta kannski svolítið tengt í svo að ræða áðan, varðandi bara raunverulega hver staða máls þegar barnið raunverulega kemur úr leikskólanum og þessi fyrsta á skimun og þetta aðhald. Já, mér langar til að segja líka að því að í Hafnarfirði þá líka prófuðu að vinna samkvæmt þessari snemmtækri íhlutun í einu grunnskóla sem heitir Skarðshlíðarskóli og þar vann ég með sérkennurum Kristi Laufey og Kristín Guðna og bekkerkennurum. Og þar tókum við einmitt á þessu, það að segja að við förum yfir alla bakgrunnsupplýsingar frá leikskólanum til að skoða stöðu barnsins og síðan skoðum við mjög vel hvernig barnið kemur út úr skimun í 1. bekk sem leið til læsis og síðan setjumst við niður með foreldrum og förum nákvæmlega yfir stöðu mála og það mjög góð hugmynd með þetta að virkja foreldra til árangurs þannig að hluti af þessum þróunarverkefnum að sjálfsögðu virkja foreldrana með okkur en þá þurfum við líka að setja verkfæri í hendurnar á þeim. Já, nú dynja spurningar yfir, það fyrir alltaf fleiri þetta fyrsta spurning kom, en það rétt að byrja þess að þetta áhugavert sem að ef ég tek bara Helga þú kemur með frekar upplýsingar og Þórhallur Jónsson spurningu bráðgera, það kannski ekki alveg umræðefni hjá okkur, en það sem Inga Huld að spyrja á Sigurðardóttir, Inga Huld Sigurðardóttir, þannig rétt í byrjun hennar framræði þarna. Ég hef áhuga að skilgreini málþroskaröskun sem sjúkdóm. Hvernig skilgreint í kerfinu? Ég veit ekki, málþroskaröskun frekar en þroskaröskun ekki sjúkdómur. Börn með Downs-sérkenni eða börn með einhverfu ekki veik. Þetta skerðing á þroska og það þessi misskilningur sem ég fæ ofta að heyra á gagnrýni. Talmeinafræðingar eru bara að lækna börn. Ég lækna engan. Ég styð við börnin þar sem þau eru stödd í þroska og hjálpa þeim til að yfirstíga hindranir. Að sjálfsögðu ekki sjúkdómur. Svona að ég lækna engan. Í kjölfar hljóm, síðan kemur þetta heilmikið, þetta svo mikill texti. Já, við náum ekki öllu þessu, en nú spyr ef við tökum hérna Sigríði Birnu, hvað mikilvægi faglæra kennara í leikskólum? Að sjálfsögðu þurfum við að styðja mun betur við leikskólann og það náttúrulega dálítið sorglegt að heyra ennþá talað leikskólann sem barnaheimili, þar sem að aðal áherslan sé lögð á gæslu og og sem auðvitað líka hluti, en leikskólinn fyrsta skólastigi og þetta 5 ára háskólanám á masterstigi, þannig að það gífurlegur metnaður hjá leikskólakennurum, en það vantar svolítið að sjá og styðja við það mikilvæga starf sem leikskólakennarar að vinna og auðvitað vantar, þar áhyggjum okkur vantar leikskólakennara. Hefur þetta, nú maður kannski bara spyrja ranga mannesku, maður getur reynt að sé það, en hefur þetta eitthvað verið skoða varðandi leikskólakennarana í mismunandi sveitarfélögum, fjölda og annað, hvernig þetta síðan skila sér í gegnum inn í fyrsta skimunina? Já, sko það sem að náttúrulega samt sem áður, að því að við erum að vinna í anda lærdómssamfélagsins sem líka svona tískor, þá leggjum við áherslu á í þróunarverkefnunum og ég svona lausnamiðuð, ég að fara út á land þar sem eru nánast engir 2-3 leikskólakennarar og síðan ófaglært fólk. Á ég þá að segja, já, þá bara fer ég eitthvað annað. Nei, sjálfsögðu ekki, þá tökumst við á við það. Og leikskólakennararnir og annað fagfólk, við leggjumst á eitt að allir skipta máli og veitum viðeigandi fræðslu fyrir það fólk sem vinnur í leikskóla. Og ef þú ræður þinn í leikskóla, þá berðu ábyrgð. Hins vegar það að sjálfsögðu eitthvað sem ég sé mjög vel þegar ég að innleiða þessi þróunarverkefni, þar sem mikið ófaglærðu fólki,
þá náttúrulega gengur það mun verr þar sem ekki eru leikskólakennarar með mér, að sjálfsögðu. Því að menntun skiptir máli, hins vegar skiptir líka máli að bera virðingu fyrir þeim sem að vinna í leikskólanum. Og allir, og í staðinn fyrir að segja þetta þýðir ekkert, þá er þetta raunveruleikinn, þannig að þróunarverkefnið felur í sér að allir eru virkir sem taka þátt í þróunarverkefninu og allir skipta máli. Langaði síðan að Svafa Þórhildur Hjaltalín með spurningu. Ég var að skoða rannsóknir málþroska og fann rannsókn frá 1998, Elín Þöll, það sem meðal hans kemur fram kynjamunur á orðafjölda. Er þetta nýrri rannsókn eða hvernig er staðan núna? Þá vantar málþroska og orðafjölda. Já. Það eru náttúrulega, ég veit ekki hvort að varðandi með Elínu Þöll, ekki alveg nýjustu niðurstöður frá henni, en hins vegar hafa verið gerðar rannsóknir á orðaforða eins og hún Hrafnhildur Ragnarsdóttir frá menntavísindasviði og Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía, þar gerðu rannsóknir á hljóðkerfisvitund og það sem við sjáum á þessum íslensku rannsóknum og rannsóknum almennt frá virtum fræðingum út allan heim er að það virðist vera að orðaforða sé að hraka og við sjáum þetta mjög vel á Íslandi, við sjáum þetta á skimunarprófunum, við til dæmis í Hafnarfirði leggjum fyrir próf sem heitir orðaskil sem eftir doktor Elínu Þöll Þórðardóttur fyrir öll 3 ára börn. Og þar sjáum við greinilega sem að metur orðaforða. Það inn í læsistefnunni. Og þar sjáum við greinilega orðaforða íslenska barna að hraka. Þannig að við þurfum að snúa við blaðin og gera eitthvað róttækt. Já, það telst þá vantarlega mjög alvarlegt í þessu samhengi. Varðandi að við sjáum þetta á hvað 30 mánaða skoðunni eða kringum hana eða eitthvað. Já, ég ætla líka að því að hún kemur líka með samstarf. Það er náttúrulega gífurlega óréttlátt að það er voða fallegt að skóla án aðgreiningar að setja inn í bekk börn með fullt af flækistöðum, þau eru ekki veik, ég vil endilega leiðrétta þann misskilning að þau eru komin misjafnlega vel á veg og það er svolítið óréttlátt eftir hvaða leikskóla þau koma frá og þau koma þá betur undirbúin frá leikskólanum sem að vinna markvisst. En samstarf fagaðila, það er mjög góður punktur að sjálfsögðu ætti hver skóli hafa aðgang að sálfræðingi, talmeinafræðingi, iðjuþjálfa eða öðru fagfólki og þar sem ég lærði til dæmis í Bandaríkjunum, þar vann ég með early intervention specialist, fólki sem var sérstaklega menntað í snemmdargríhlutun og þegar við gerðum einstaklisáætlanir, það voru talmeinafræðingar og sálfræðingar í lykilhlutverki með kennurum að búa til áætlunina. En hér einhvern veginn er öllu dengt á kennarann og þeir eiga að gera allt einhvern veginn. Já, mikla kröfur þangað. Mjög, já. Og þú sér líka Njáll að það er gífurlega mikið kulnun í kennarastéttinni. Já, gríðarlega starf. En mér langar að spyrja hún kemur inn að það er konar mjög margar spurningar. Helga Dögg Sverrisdóttir spyr meta hjúkrunarfræðinga málþroska barna á heilsugæslunni? Nei, þeir meta ekki það er góð spurning. Þeir meta ekki beint þetta er þroskapróf sem metur grófhreyfingar, fínhreyfingar og alls konar forþætti fyrir lestur og hluta af því er orðaforða málskilningu. Þeir meta ákveðna hluta af málþroska. Þetta er skimun gefur vísbendingar að börnin séu í áhættu. Og þá segi ég til hvers þegar ég uppgötva þessi próf, eða þessar skimanir, til hvers eru að skima fyrir frávikum ef við ætlum ekki að bregðast við. Nú er orðið skimun, orð sem við notum mikið síðasta mánuði eða svo. Hversu áreiðanlega er skimunin þessi 30 mánuði? Hafið eitthvað það? Ég meina, er þetta 80% sem við sjáum eða 90%? Hversu gott er próf? Jú, öll próf hafa vandamál og það sem er en það er nýbúið að endurmeta ef ég fer rétt með stöðlunina þannig að þetta er íslensk stöðlun, þetta er staðlað skimunarpróf þannig að niðurstöðnar eiga að vera auðvitað töluvert, en þetta er náttúrulega skimun, þannig að það er alltaf ákveðið svona vikmörk til eða frá sem við þurfum að meta.
Já. Hérna kemur spurning varðandi, út af að ræða málþroskan og eins og ég skil þetta, hversu mikilvægt að það sé tala við börnin og líka heima við og afi og amma tali við afabörnin og ömmubörnin. Þú komst aðeins inn á varðandi líka áðan með sem sagt tölvunar og ég get alveg viðurkennt það og ég hef sem að margir foreldrar hafa fundið það gegnum tíðina, það rosalega auðvelt að rétta barninu iPadin eða síman eða eitthvað til að hafa ofan fyrir sér og Tryggvi reyndar kom inn á í þættinum daginn með ágætislíkingu með þegar foreldrinu með barninu fyrir fram á sjónvarpið og foreldrið með síman í höndunum, þá það bara í símanum sko, þó að barnið sé þarna hliðina á, þá þetta ekki quality time eða gæðastund þannig, en sko nú kemur hérna Helga Dögg spyr þá varðandi starfsmenn á leikskólum, varðandi málþroskan, erlend tungumál þar eða fólk kann ekki tungumálið. Það mjög misjafnt hvernig staðið að málum varðandi leikskólakennarinn sem kom að, hversu margir eru í sveitarfélögunum. Það mikið erlend vinnuafl og það náttúrulega sinna frábæru störfum og allt það. En hversu mikið skiptir þetta máli, sko? Hafið eitthvað svona tilfinningu fyrir þessu, eða eitthvað skoðað bara varðandi málþroskan? Hérna, við erum að koma starfsfólki og manna leikskólana. Já, sko, að sjálfsögðu skiptir ofboðslega miklu máli að börn sem að flytjast til Íslands læri íslensku. Alveg eins og þegar ég bjó með börnin mín í Bandaríkjunum, þá þurftu þau að læra ensku eða amerísku. Og og að sjálfsögðu skiptir það máli að fólki sem vinnur í leikskólanum tali íslensku. Hins vegar raunveruleikinn sá að við stöndum oft frammi fyrir því að það fullt af fólki í leikskólanum sem að talar ekki fullkomna íslensku. Það í sjálfu sér innan gæsalappa eitthvað sem við þurfum að takast á við og það mjög spennandi til dæmis það sem við erum að gera hérna í Rangárvöllum og Skaftafelssýslu í einu leikskóla þar. Þar stöndum við frammi fyrir því að stór hluti starfsfólk leikskólans erlend en með menntun, viðurkennda menntun frá sínu heimalandi. Og ég að vinna þar með mjög glæsilegum kennsluráðgjafar sem heitir Halldóra Guðlaug og þar náttúrulega flottir talmeinafræðingar líka, Sigríður Arndís og fleiri svo allir fá nú að njóta sammælis. Að það sem að við gerðum, sko við eyddum dálítið tíma í að tuða þetta væri nú ekki góð fyrirmynd og þá vorum við bara föst í svona lúppu. svona hring, svo allt rann upp fyrir okkur laust. Þetta staðreynd og staðan, við breytum þess ekki, hvernig tökumst við á þetta? Þannig að við fundum lausn og erum að prófa mjög skemmtilega leið með þessu leikskóla, hvernig hreinlega við virkjum íslensku leikskólakennarana til að styrkja þessa erlendu með því að hreinlega þeir læri íslensku. Já. Sko með börnunum, ekki á kostnað barnanna, heldur með þeim, með því að setja afmörkuð verkefni í hendurnar á þeim og líka að leyfa þeim að finna þau skipta máli og þó þau tali ekki alveg fullkomna íslensku þá það líka allt í lagi en það kannski ekki eitthvað sem að þau þurfa þá að vera endilega með í sambandi við sögustundir eða eitthvað sem að við bara tókust á við þetta og vitimenn að með því að breyta okkar viðhorfi þá bara breytist allt líka í leikskóla, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þessi leikskóli kemur út í þróunarverkefninu. Þannig að hann besta það þessi. Já, kannski einu spurning áður við höldum áfram. Inga Huld Sigurðardóttir spyr hérna geta foreldrar sem eiga börn sem hafa verið greint með málþroskaröskun útskrifað innan gæsalappa og synjað menntumat. Það ekkert annað að gera en að flytja í annað sveitarfélag með viðunandi þjónustu? Hvernig? Sko, ég segi alltaf foreldrar eiga að fylgja sinni sannfæringu og við vitum það í öllum fagstéttum þá misjafnt hvernig fólk tekst á við hlutina og ég segi nú sjálfa að ég til dæmis þegar ég fer að ég nýkomin úr hnékja þá vel ég fólk sem að ég treysti. Þannig að ef ég væri ekki sátt við einhverja niðurstöðu, þá
þá myndi ég að sjálfsögðu leita annað til annars talmeinafræðings. Það ekki kannski þarf ekki ekki víst þú þurfir að fara í annað sveitafélag því að það náttúrulega talmeinafræðingar á þjónustumiðstöðum og svo vil ég líka benda á heyrnar- og talmeinastöð. Þar eru mjög færir talmeinafræðingar og sem að hægt að leita. Þannig að ég myndi fá annað álit og fylgja minni sannfæringu. Það kemur í kollinu með núna einmitt með raunverulega landsbyggðin mjög slæmt aðgengi að talmeinafræðingum og það þarf að sækja mikið þjónustu höfuðborgarsvæðisins eða til Akureyrar. Nú víða komin, sem sagt, nú þarf ég að gera þetta allt þetta minni, Cara Connect og þessi hugmyndafræði með þjónustu talmeinafræðinga og mér skilst að það gengið bara vel með fjarfundabúnaði. Hefur kynnt þetta eitthvað, hvernig þetta virðist ganga vel það sem ég heyri? Já, sko að sjálfsögðu þetta framtíðin og þetta fyrirtæki heitir Trappa og notar hugbúnað sem heitir Cara Connect og sjálfsögðu þetta lausnin fyrir strjábíl sveitafélög sem að hafa enga mögulega að sækja sér þjónustu talmeinafræðinga. Þannig að þetta fer bara mjög vel saman við það sem við erum að gera sem talmeinafræðingar, en auðvitað kemur ekkert í staðinn fyrir að vera í raunheimum með fólki, en Trappa að vinna frábært starf og auðvitað þetta eitthvað sem að framtíðin býður okkur upp á. Það líka hægt að fá þjónustu sálfræðinga, sjúkraþjálfara og allt mögulegt í gegnum Cara Connect og sérkennslu líka. Þeir eru sífellt að færa út kvíarnar og að vinna frábært starf. Þá heyrir maður bara að krakkarnir bara í skólanum og kannski eina kennslustund þá í staðinn fyrir að vera ykkur tíma í skólanum þá bara tengt við talmeinafræðing í gegnum Cara Connect og Trappa og bara þá þjónustunni sinnt bara 1, 2 og 3. Lágmarks ferðakostnaður og ferðatími og allt og þetta svona rúlla mjög vel. Já, en hins vegar finnst mér svolítið ósanngjarnt að það vera við megum passa okkur að vera ekki að bera saman eitthvað sem eitt sé betra heldur en annað. Skilurðu því að Trappa að gera frábært en það líka verið að vinna frábæra vinnu eins og ég ennþá eigandi að talþjónustu Reykjavíkur og þar eru frábærir talmeinafræðingar og á öðrum stofum eins og talstöðin í Kópavogi og nýjar stofur sem því miður svo lítil endurnýjun í okkar fagstétt. Það eru 15 sem útskrifast annað hvert ár. Sjáðu, þannig að það áhyggjuefni. Einmitt. Nú fyrir að styttast í hjá okkur, en mér langaði líka meðan það ræða svolítið orðagull. Nú þú kannski ferðast í gegnum það. Ég núna síðustu vikuna hef aðeins verið að leika mér í því með afabarninu. Við höfum aðeins verið að breyta iPadinn og skoða þetta. Þetta er mjög skemmtilegt. Og það sem ég finnst kannski tilgangurinn með þessu þætti er bæði bara að ræða þetta er bara stórt og mikið mál og líka bæði fyrir leikskólakennarana í grunnskólar og hvaða kennara sem er bara að þekkja þetta allt saman, en ekki síður bara fyrir foreldra að þekkja raunverulega eins og með skipunina, 30 mánaða skipunina mikilvægið, kynna þetta orðagull og svona ýmislegt sem hægt að bara til að örva foreldra í að vera með börnunum og vinna með þeim í þessu sem við erum að tala hér. Ef við myndum bara að gegnum orðagull með okkur. Já. Orðagull er hugarfóstur míns og Bjarteyjar Sigurðardóttur. Við náttúrulega erum vinkonur og talmeinafræðingar og tölum ekki annað en fagið, en orðagull er sem sagt smáforrit sem hægt að ná í bæði í App Store og Play Store. Og það vinnur með vinsluminni, það er að segja að geta haldið í minni og munað fyrirmæli sem kemur þá líka inn á hlustunarskilning. Það vinnur með orðaforða, það vinnur með orðalestur, það vinnur með já og nei spurningar og síðan er hægt að taka upp fyrirmæli og hlusta á það. Þannig að þú getur líka hlusta svolítið eftir setningagerð og framburði. Og allir þessir þættir skipta grífulega miklu máli varðandi lestur. Og það sem er svo frábært líka með orðagull er að það er ókeypis. Við erum náttúrulega konur, Njáll minn. Nei, en þetta er búið að vera í þróun í fleiri ár og við unnum þetta með Mozilla með mjög flottu fagfólki þar.
og þannig að þetta ókeypis til niðurhals og þetta eitthvað sem að hentar mjög vel fyrir börn svona 4 ára og eldri og það er svolítið aldurslaust forritið, það hentar líka fólki sem þú sér hvernig forritið er byggt upp, sem að þarf að læra íslensku. Já, þannig að ég hvet fólk til að ná í þetta smáforrit og í símann sinn eða í spjaldtölvuna og nota það og þessu fylgir líka hægt að fá þessi verkefni í bókarformi hjá okkur Bjarteyju og fórst líka í A4 og þannig að þá er hægt að vinna það bæði í bókarformi og það er hægt að einfalda verkefnin og svo líka í spjaldtölvunni og með því að segja fólki frá þessum verkfærum sem eru til. Það ég hef líka bent á vef Menntamálastofnunar. Það er vefur sem heitir Læsisvefurinn. Þar er hafsjór af hugmyndum fyrir foreldra og fagfólk alls konar efni, til dæmis eins og orðasjóður sem efni sem ókeypis á netinu. Markviss Málörvun sem vinnur með hljóðkerfisvitund sem ókeypis á netinu. Sjáðu þannig og svo náttúrulega fullt af talmeinafræðingur sem hafa gert mjög mikið af glæsilegu málörunarefni sem er mjög hentugt. Þannig að og svo má til dæmis nefna eins og íslenski málhljóðakassinn sem vinnur með framburð sem ókeypis á netinu. Ég er bara að tala það sem kostar ekkert því að fullt af efni öðru sem ég gæti talið upp en ég fyrst og fremst að segja fólki frá sem aðgengilegt og ókeypis og sérstaklega með forritið af því að Hermundur talaði mikið þetta finnska forrit. Ég sagði nú við Bjarteyju vinkonu mína að orðagull íslenskt og vinnur líka með undirstöð þætti fyrir lestur þó að sé ekki alveg þessu sömu og í Finnlandi. Þannig að stundum þurfa að líta okkur nær og sjá hvað til. Já. Og þetta kom bara inn á netið í haust eða? Já, það kom uppfærsla, ný uppfærsla. Já, af því að fyrst vorum við náttúrulega gagnrýndar fyrir að við vorum bara með hvítt fólk, þannig að við 100.000 að þú getur valið húðlit og síðan fengum við kvörtunum að þetta væri bara í App Store, þannig að þá þurftum við aftur að safna peningum og setja þetta inn í Play Store. Android. Við viljum okkar, og ég vil segja það að ég aldrei stolt af því, af því að ég oft verið spurð að því af hverju seljið þetta ekki, því að þetta ég ætla samt að segja, þetta flott forrit. Og en okkar hugsun að allir hafi jafnt aðgengi. Þannig að það vildum við láta leiða okkur í þessari vinnu, þó að væri náttúrulega óheyrileg vinna bak við þetta, að allir hefðu aðgang að þessu og það svolítið synd að fólk þekki ekki og viti ekki þennan möguleika. En þess vegna vildi maður taka þetta upp hér, að benda á þetta, en nú þegar svona koma seinni hlutan að þessu hjá okkur. Já. Næstu skref, þátturinn heitir það, þannig ég spyr alltaf spurningarinnar, næstu skref í þessu og hvernig við maður takast á við þessi mál. Í síðasta þætti þá ræddi ég þegar við tókum á drykkju ungmenna fyrir einhverjum svona 20-25 árum. Þegar maður var unglingur, það var annað heldur en í dag, varðandi neyslu á áfengi og annað, það var bara allt önnur stemming í samfélaginu fyrir þessu. Hvernig sköpum við þessi almennu vitund og annað, þetta snertir okkur öll, þetta mál, það eru flesti okkar eignast börn og svo eru afabörnin og ömmubörnin og allt það, þetta alls þar í kringum okkur. Að efla þess að vitund það sem við erum að fást við viðfangsefnið og út frá bara þessi skimunum unga aldri og síðan í gegnum allt ferlið og hvernig styrkjum við einstaklingar okkar til að eiga betra líf í bara út sína ævi. Hver eru næstu skref til að stuðla þessu? Það þarf að verða algjör viðhorfsbreyting. Við þurfum að líta miklu sterkar til leikskólaumhverfisins. Við þurfum að stefna því að setja námskeið á heilsugæslustöðvarnar. Við þurfum að hafa þverpólitíska sátt þennan málaflokk vegna þess að það virkilegt áhyggjuefni, Njáll, þetta sem hann kom inn á, hann Tryggvi, að ástandið í þessum málum sé svona slæmt.
Og síðan vil ég nefna þetta þróunarverkefni sem hefur gefið mjög góða raun í þessum sveitarfélögum. Við gerðum þetta líka í Mosfellsbæ sem ég gerði með Menntamálastofnun. Ég myndi segja að það sem við höfum gert í þessum þróunarverkefnum ætti að vera inn í öllum leikskólum á landinu. Það til dæmis eitt skref. Þannig, og þessi þáttur með að upplýsa foreldra hvað það þýðir þegar barnið að fara í skimun og það sýnir að það í áhættu. Að tala umbúðalaust hvað það þýðir og setja af stað íhlutun. Og mér finnst þessi þáttur svona og líka var Hermundur og svo Tryggvi og svo nú erum við að tala úrræði, þá þetta svona skref í rétta átt. En við þurfum bara þjóðfélagslega sátt. En ég ætla líka að benda á í sambandi við þróunarverkefnin frá það Fjarðabyggð, Mosfellsbær, Kópavogur, Hafnarfjörður og Austur-Húnavatnssýsla og Strandabyggð sem búin að þessu og svo ætti ég líka að benda á raunverulega með Agrasel sem var fyrsti leikskólinn sem tók þátt í þessu að flest allir þessi leikskólar búin að setja þessi þróunarverkefni enda með því að fólk gerir handbók verkefnið búið að setja þetta á heimasíðu sinna leikskóla þannig að fólk getur skoða þessa handbækur á netinu til þess að sjá svona út á hvað þetta gengur. Já, ég ætla að taka bara eina annars Sigríður kemur með spurningum. Þurfa sveitarfélög ekki að fara að deila við góðum verkefnum sem virka vel og stuðla árangri barna í íslenskum skólum. Það þurfa ekki allir að finna hjólið, spyr Anna. Þetta ekki svolítið svona þegar það búið að greina þessa vinnu og það sem við tölum áðum að þær fari í gegnum viðurkenndar rannsókn eða skoðun að koma þeirri góðu vinnu áfram. Hvað segir þessa spurningu frá hennu, Sigríður? Já, það bara styður við það sem ég að segja. Það sem við höfum gert í þessu þróunarverkefnum sem og fyrsti leikskólan í Hafnarfirði, það Norðurberg sem vann þessa þróunarvinnu, það var 2015 ef ég man rétt. Það að sjálfsögðu að deila þessum hugmyndum og innleiða þessa þróunarhugmynd og þessi þróunarverkefni inn í alla leikskóla á landinu. Við erum búin að vinna þróunarverkefnin en það þarf einhver að sjá innleiðinguna. Í staðinn fyrir að við erum alltaf, Íslendingar eru líka svolítið nýjungagjarnir. Það alltaf gripið, hvað þetta sniðugt og þetta sniðugt og þetta sniðugt. Höldum okkur við raunprófaðar aðferðir, höldum okkur við þverfaglega nálgun þar sem við virðum alla sérfræðiþekkingu, höldum okkur við að virkja foreldra og berum virðingu fyrir þeirra skoðunum og leggjum áherslu á að hjálpa börnunum. Sjáðu. Og ég sammála því, við þurfum ekki allir að finna upp hjólið. Það svolítið svoleiðis á Íslandi. Þannig að það kannski brenda punkturinn á þættinu með það sem kemur fram hjá Söfu Þórhildi Hjaltalín í neðstu línu komum á þjóðfélagslegri sátt í samfélaginu. Það eiginlega kannski bara utan verkefni eins og sagði bara þverpólitískt og allir séu á sama stað og síðan bara almennt að foreldrar taki þessi mál alvarlega frá grunni, frá byrjun og síðan svolítið þátttakendur í kannski að leysa málið. Þannig að mér fannst þetta oft þannig að maður var bara óöruggur með þessu sem foreldri. Hvernig ætti að tækna? Maður færði alltaf málið rosalega mikið bara til þeirra sem voru menntaðir á viðkomandi sviði og trúði viðkomandi bara allt í öllu og fylgdi því bara alla leið. Þannig að það dælast inn Er þetta bara málið eins og bara þjóðfélagslega sátt og við séum öllu á sömu línu að vinna saman með það? Já, Njáll minn, ég treysti þér og bara þakka þér fyrir að taka þennan málaflokk af því að þú ert nú þitt flugumferðarstjórn. Já, en málið en þú ert viðskiptafræðingur, þetta fjárhagslegt líka. Það þarf að vera þjóðfélagsleg sátt og við þurfum öll að stíga inn í þennan málaflokk og nú bara málið komið að Alþingi Íslendinga takið þetta upp á þetta orðið eins og Tryggvi sagði, þetta grafalvarlegt vegna þess að geta ekki lesið, það hefur ekki mikla möguleika í samfélaginu og þetta eru óhuggulega tölur. Og þetta ekki tölur sem ég að búa, við verðum að snúa blaðinu við og við erum með verkfærin.
Og þá ætla ég bara að enda með því svo komst inn á áðan, það verður bara lokasetningin og þakka þér kærlega fyrir að koma, Ásthildur. Þetta gríðarlega áhugavert og gott að færa þessa þekkingu sem þú ert að bera fram hér þannig að við séum með að allir geti kynnt fyrir hana. Og þá það kannski bara það sem raunlega kemur inn að bara tungumálið verkfæri hugsunarinnar. Algjörlega. Það kannski lykil svona, það stóra málið í þessu í heildina. Það stóra málið að það er gott að enda með verkfæri og ef það ekki verkfæri fyrir hugsunna, hugsaður eins og þú situr þarna og þú hefðir ekki möguleika á að tjá þig, þú náttúrulega myndir sýna einhver frávik í hegðun, sjáðu. Já. Þess vegna svo mikilvægt að efla vinnu með málþroska og læsi og líka að styðja við talmeinafræðinga og aðrar fagstéttir og samvinnu. Þetta góð lokaorð. Kærar þakkir, Ásthildur. Sömuleiðis, takk fyrir. Takk.